Komið sæl og velkomin í Kaldapottin. Á þessinni, engin annar, umhverfissinnin, Finnur Ríkard Andrésson. Velkomin. Takk fyrir það. Gott sjá þig. Sömuleiðis. Ég á svolítið erfitt með svona full name kynningar. Ég stundum með miða hérna þessu þáttum þegar ég man svo illa nöfn, en ég man andlit alltaf. Veist, og hollingu og allt það. En velkomin. Já, takk fyrir það. Og það er tradisjón sem að sletta einhverju máli. Skál. Að skála í jesúlaði. Þetta er skemmtileg hefð. Já, þetta er líka sko flottasta brandneim sem að bara hefur búið til. Því ég er svona ásthattursambandi við trúmál almennt. Já. Og hann Dúfus, glöggir áhundur af sér, hann er mættur í settið, eina ferðin enn. En hvað segir þið, Finnur? Hvernig eru dagarnir þessa dagana? Hvað er þetta að bauka? Ég er að bauka ýmislegt. Ég er mikið í umhverfisaktivisma. Já. Ég er forseti ungra umhverfisina sem eru frjáls félagasamtök. Ungs fólk sem að brenna fyrir umhverfismál á Íslandi. Og það er svo skemmtilegt og ég bara, það er heiður að fá að eyða hálfri vikunni í það starf. Já, þannig þú ert ráðinn þar? Já, í mjög lítið hlutfall, en hérna, ég er svona næg að dríði það yfir hálfa vikuna. Og svo hinn helmingu vikunar er ég þá hjá Umhverfisstofnun sem sérfræðingur í miðlun loftslagsmála eða losunarbókhalds Íslands. Vá, ég verð að ávarpa þetta. Sko, ég heyrði þig í viðtali og hérna, ég vissi að það var stungur, en þú talaði svo fullorðins. Hvað er þetta? Þú er 21 árs í dag. Hvað er mál? Ég veit ekki, ég segi sko þegar fólk er að spyrja mig uppbyttu, já, hvað ertu gamall? Já, og svo segi ég sé 21 árs, hvað ég er á þeim tímapunkti og fólk oft segir, já, ég bjóst nú við að vera talsveit eldri. Og þá segi ég alltaf, já, mér finnst ég vera svona 65 ára í anda. Og ég veit ekki hvaðan það kemur, en ég held að einhverju hluti hafa komið til vegna þess að ég bjó erlendis mörg ár og var í alþjóðlegum skólum úti á meðlandi Evrópu og kláraði framhaldsskóla einu ári fyrr heldur en almennt gerist í Íslandi og fór í háskóla þar lendi einu ári fyrr og var svona alltaf örlítið undan mínum svona jafnöldrum mínum í Íslandi hvað var á skólakerfið og ég held að það hefði mögulega þroskað mig bara dálítið hratt og mögulega og mikið á stundum tíma. En við förum alveg í byrjunina. Þú borginni? Borgarbarn? Já. Malbiksbarn? Já. Alveg í grunninn? Já, sko ég ólst upp fyrst á Íslandi í Hafnarfirði. Bjó það með fjölskyldunni í, næstum 10 ár, held ég. Það er svolítið út á landi. Það er smá út á landi, sko. Smá út á landi. Og Hafnarfirði er náttúrulega búin að stækka mikið síðan og komið verulega út á land. En já, svo þegar 10 ára þá fluttum við til Belgíu, fórum til Brussel. Ok, hvað allir því? Pabbi er að vinna hjá utanríkisráðuneytinu og var sendur í sendiráðið út í Brussel. Ok. Þannig við vorum þar í 5 ár og það var bara mjög skemmtilegt og lærdómsríkt og gaman að kynnast nýjum menningarheimi og alls konar fólki úr ýmsum áttum. En 5 ár í Belgíu, varstu þá í belgískum skóla eða? Nei, það var í alþjóðlegum skóla. Á ensku þá? Á ensku, já. Og þegar ég flutti út, sko, þá kunni ég ekkert í ensku og það var bara mjög erfitt til að byrja með að reyna að fikra sig einhvern veginn áfram í nýju samfélagi, eignast nýja vini þegar maður talaði ekki sama tungumál og þau og þannig að þetta var áskorun til að byrja með, en svo pekkaði inn í enskunni frekar hratt og þegar ég var búin að ná góðum tökum á henni þá fór ég að læra frönsku líka. Þannig ég svona, já, það var mjög skemmtilegt. En hvernig gekk þér að koma úr Hafnarfirði af öllum stöðum til Belgíu? Hvernig gekk þér að fóta þig þar? Ég er mjög heppinn með bara fólki sem verið í kringum mig. Vinina sem ég eignaðist mjög snemma í skólanum. Bara mjög gott fólk og já, einn er sérstaklega sem er mikill vinur minn ennþá í dag.
og eftir þessi 5 ár í Brussel sem þá fluttum við til Genfar sem fjölskylda og vorum þar áfram, ég var þar áfram í alþjóðlegum skóla og þegar ég frétti að við verðum að fara að flytja til Sviss þá fór ég og sagði þessum besta vinum mínum sem heitir Domingo og sagði hann að ég hátti 4 mínútum einhverjum og hann sagði tilbaka og sagði, ég líka. Nú það? Ég sagði, ég trúi þér ekki og ég trúi honum ekki. Þar til að foreldrar voru búin að sanna fyrir mér að þau voru líka að flytja til Sviss og þannig að endaði þannig að við vorum 2 bestu vinir og vorum saman áfram í skóla út í Sviss, þannig að ég er mjög heppinn með vinni. Og voru á sama stað í Sviss? Vorum á sama stað í Sviss líka. Var hann þá líka svona í diplomatfjölskyldu? Já, hann er frá Síle og pappa hans var líka einhverju svipuð. Ok, þannig þú ert í Sviss þá hvað lengi? Við vorum þar í 3 ár og þar til ég útskrifast úr framhaldsskólanum þar og þeim tímpúti þá flutti fjölskyldan aftur til Íslands og ég flutti til Hollands í háskólanum. Ok, bara 1 þá? Bara 1, já. Hvernig gekk það? Það gekk vel. Ég held ég hafi ekki alveg áttum á því þegar ég tók ákvörðun að flytja til Hollands 1 hvað það væri í raun fyrir eitthvað stórt skref að bara flytja heiman. Ég var 18 ára. En ég var ekkert að velta því fyrir mér. Það bara var svo eðlilegt að því allir í kringum mig voru á sömu braut, sko. Það var bara mjög eðlilegt í þessum alþjóðlega skóla að þegar fólk útskrifast þá bara myndi að flytja til annars lands og fara í háskóla þar og langflesti vinir mínir fóru til Bretlands í háskóla og ég hef búin að sækja mig í 4 háskóla í Bretlandi og bara svo 1 í Hollandi. Námsráðgjafinn sem ég var svo heppinn með að hafa í skólanum í Sviss og ráðlega minn nú að skoða Holland líka áður en ég myndi ákveða mig að fullu að flytja til Bretlands. Og svo bara endaði þannig að mér leist miklu betur á skólan í Hollandi heldur en í Bretlandi. Í hverju þá? Hvað varst að læra? Ég var að læra það sem heitir hnattræn sjálfbærnivísindi sem er beinþýðing úr enska heitinu en þetta er raun að mörgu leyti ígildi umhverfisfræði sem við köllum í íslensku. Þannig en það sem er kannski helst öðruvísi við það sem ég var að læra í samanburði við umhverfisfræði beinhörð er það að ég var með svona samfélagsvísindavinkilinn líka. Þannig að þetta var alveg skipt í tvennt. Það voru náttúruvísindin annars vegar og samfélagsvísindin hins vegar en alltaf bendu sjónum okkar að sjálfbærni. Þannig að þetta náttúrulega tengist svo þétt saman. Alveg, og það var einmitt þess vegna sem ég valdi Holland kannski umfram Bretland. Ég fatt að þetta var svona nær því að vera eitthvað sem ég hefði áhuga á að læra um. Mér langaði ekki bara að fara í náttúruvísindin, ekki bara að fara í beinhörðu vistkerfafræðina, heldur langaði mig líka einhvern veginn að tvinna saman samfélagsvinkilinn að því ég er svo upptekinn að lausna hvað getur við gert. Mannlega þáttin. En hvernig gekk þetta fyrir sig? Var bara mamma, pappi, ég farin til Hollands, ég sé alveg myndina fyrir mér, kemur á lestastöðin með eina tösku og svona græja húsnæði eða var þetta bara svona óvissuferð? Já og nei, þetta var óvissuferð það mörgu leyti, en ég var nú búinn að fara og skoða skólann fyrirfram og búinn að fara í heimsókn með mömmu og við fórum þarna saman og fórum eitthvað svona opna dag í háskólanum og skoðum borgina og fengum fullt af gagnlegum upplýsingum og ég var búinn að tryggja mér húsnæði til eins árs og þannig að háskólinn er raun ekki með neitt kerfið í Hollandi til skrýta og frábröðu í kerfinu til þessu Íslandi og Bretlandi þar sem að háskólanir eiga bara húsnæði fyrir nemenda, fyrir stúdenta en í Hollandi þá eiga skólanir ekkert húsnæði sjálfur til þess að koma sínum nemendum fyrir í þannig að það var svona, við vorum búin að setja upp eitthvað svona kerfi þar sem að fyrsta árs nemar frá öðrum löndum en Hollandi gátu sótt í eitthvað sérstakt ferli og ég sótti þar og var bara heppinn að fá inn bara nú fljótt að ríta á takkan þegar það opnaði umsóknir og þannig að það var, ég náði að tryggja það en öðru litið var þetta mikil óvissuferð, ég vissi ekkert endilega hvernig hollensk samfélag virkaði eða hvort það myndi líka vel við það en ég hef búin að vinna einhverja rannsóknarvinnu og svona. Þú varst búin að googla þetta alveg í drast? Ég hef búin að googla alveg í drast, sko. Alveg í drast. En hvernig krakki varstu? Hvernig myndir lýsa krakkanum finni? Ég veit ekki. Kannski betra að spyrja foreldrarna því en... Hvað heldur að foreldrarnir myndi segja ef þau væri hérna núna? Mögulega samviskusamur. Ég held ég var mjög upptekinn að því að gera hlutina vel. Sérstaklega í skóla. Varst alltaf námshestur? Alveg tilbúin í það? Já. Ég held alveg frá því ég var fyrir ungur, þá fannst mér gaman að læra og laði mig mikið fram við að gera vel í skóla og fannst það gaman líka bara. Og
hvort sem það var stærðfræði eða íslenska eða minni með allavega. En svona, já, ef ég hugsa til þess tímabils í skóla sem ég man vel eftir, þá fannst mér alltaf rosa mikilvægt að ég leiði mig alltaf fram og ég næði góðan árangri og fannst það bara mjög gaman. Ég skilgreini mig oft sem nörda og það enn. það þykir kúl að vera nörd í dag. Já. En hvað var að gerast í 18 ára gaur sem velur að þessa námsbraut? Hvað var dræfið bak við þetta? Hvað varst að hugsa? Af hverju? Sko, ég held að ég fæ oft þessa spurningu, af hverju fórstu í umhverfismálin? Hvaðan kemur sá áhugi? Og ég get eiginlega ekki svara spurninguna því ég veit ekki nákvæmlega hvaðan kemur, en ég hef svona reynt að giska á það hvaðan það kom og ég held að segja vegna þess að mér finnst rosa gaman í efnafræði og í líffræði og í svona raunvísindagreinum þegar ég var í grunnskóla og menntaskóla og ég var mikið að lesa fréttir sem tengdust vísindunum og hverju var að gerast það og fylgdist með umræðinni og fréttum og bara svona almennt. Varstu aktivist í hugsun? Varstu með skoðanir og... Já, ég var alveg með skoðanir sko, en ég var kannski ekki rosa mikið að tjá þær þar til ég fór að, já, kannski svona í menntaskóla var það fyrst sem ég fór að skoða það þess að tjá með einhver alvöru hvað við fyndist, en ég held að það hefði verið út frá þessum svona brennandi áhuga á raunvísindum sem ég fór að lesa mig til og fattaði bara ok, umhverfismál, loftslagsmál virðist vera einhver málflokkur sem er mikilvægur og þörf á að eitthvað gerist í og ég hugsaði bara ok, kannski þetta bara eitthvað sem ég geti skoðað og málflokkur það sem ég geti lagt eitthvað til málum. Upplifir það hér og nú að þú hefði valið rétt með að fara í þetta nám? Já, ég held alveg örgulega sko. Það ég sé úr bróðsinn líka. Já, ég lærði margt skemmtilegt og mikilvægt og bara ekki síst var mikilvægt að lenda í góðu samfélagi. Samnemynda mínur í náminu, nú tala ég um þetta eins og það hefur verið fyrir 20 ára síðan, þetta bara núna fyrir á þessu ári sem ég útskrifaðist. En já, vinir mínir sem ég kynntist í náminu eru bara svo skarpir og hugsa mikið umhverfismál sjálf og brenna fyrir málflokkum og ég held að sé ekkert endilega oft sem að fer í háskólanám, ekki alla námsbrautir allavega, þar sem nánast allir í náminu brenna virkilega fyrir því sem við erum að læra og við áttum mjög djúpar umræður ýmislegt sem tengist náminu og bara umhverfismálum almennt og hvernig það tengist alheimsmálunum. En má ég spyrja þig, það var umræða fyrir nokkrum árum sem að þú varst í þeim markhópi í þeirri umræðu að fólk var að tala um það að eina sem þessi loftslagsumræða gerði var að efla kvíða í ungu fólki gagnvart loftslagsmál. Myndirðu segja, hafði það einhver áhrif á þig í þessu? Já, sko ég veit ekki alveg hvort að ég hef fundið fyrir miklu kvíða til að byrja með allavega. Mögulega er það bara vegna þess að ég var ekki meðvitaður alvarleika stöðu mála. Að ég bara vissi ekki hversu alvarleg staðan var þegar ég var að byrja. Ég fattaði bara að þetta væri mikilvægt, að þetta væri áreiðandi og að ég hefði þekkingu sem myndi mögulega nýtast. En ég held að það hefði kannski bara verið ágætt að ég vissi ekkert hversu alvarleg staðan var þegar ég var að byrja að eitthvað grúska í umhverfismálum. Heldur það að breytt einhverju, hefur þú vitað það? Já, mögulega. Það hefði mögulega verið einhvers konar svona fælingamáttur fólkinni því að finna fyrir kvíða strax fyrir upphafi. Það var meira svona spennandi verkefni, sá ég þetta allavega sem spennandi verkefni en í upphafi og ég held að það hefði hjálpað mikið til þess að koma mér inn í málin og fór að skoða þetta betur. En svo síðan þá náttúrulega hefur kvíðin aukist til muna og reiðin sömuleiðis. Já. En það er bara eitthvað sem maður reynir að vera meðvitaður og halda í skefjum og vinna úr og nýta svo bara í baráttunni. Bara tilfinningar, finnst mér allavega mikilvægt að við nýtum tilfinningar okkur til þess að ná fram árangri og verða betri manneskjur í leiðinni. Þannig að ef ég finn fyrir reiði sem að gerast ná til í tengslu við umhverfismál, þá bara leyfi ég mér að finna fyrir reiðinni og vera ekkert að bæla hana niður, en nýta hana svo að því ég er búinn að vinna ofan af mestur reiðinni, að nýta það sem eftir er til þess að gera eitthvað sem vonandi er að gagni. Vel gert, montin aðeins. En þú útskrifast núna bara í vor? Já, ég útskrifast í vor. Til hamingju með það. Takk fyrir það. Þannig að nú ertu þú er að endurtaka það.
framkvæmdastjóri, formaður. Já, forseti ungra umhverfissinna. Forseti, þarna kom það. Ungra umhverfissinna. Umhverfissinna. Já. Segðu okkur aðeins frá því, hvernig verður það félag til og ert þú upphafsmaður? Nei, ég langt frá því sko. Félagið var stofnað árið 2013. Já. Og pólitískt. Já, og við leggjum mikið upp á því að við erum sko óháð frjáls félagsamtök. Þannig að það er að segja að við erum þverpólitísk og erum tilbúin að vinna með öllum, alveg bara hvar sem fólk er statt á pólitísku litarófinu. Og okkur finnst það rosalega mikilvægt að því að umhverfismál okkar mati eigi ekki að vera pólitískt mál. Þetta er eitthvað sem að snerta okkur öll. Það er í hafa okkar allra, óháð okkur skoðunum að gera vel í þessum málaflokki. Þannig að við störum alveg þvert á pólitíska litarófið. Já, félagið var stofnað 2013. Þar ég þekki í rauninni ekkert af því fólki sem stofnaði félagið. Veit nú af ýmsum af þeim sem voru svona snemma í félaginu sem er í einhverjum flottum stöðum í samfélaginu í dag og gera flotta hluti. En af hverju er að kalla ungra? Hver aldursmörkin? Sko, við erum hvernig dettur út úr því og inn í hvað þá? Já, við erum ekki mennin sko formlega skilgreind aldursmörk fyrir félagið, en við svona miðum kannski markhópurinn okkar þegar við erum með viðburði eða fræðslu er kannski svona 15 til 35 ára, eitthvað svoleiðis. Og ástæða fyrir það við erum ekki með formulega mörk þar sem segir bara nú mátt þú ekki lengur verið í félaginu er vegna þess að ef við viljum fá styrki frá hinu opinbera þá megum við ekki mismuna fólki vegna aldurs. Já, það er svona praktískum aðstæðum í rauninni. En kjarnin er bara ungt fólk, kannski svona framhaldsskólanemar, háskólanemar og fólk sem er svona kannski stígin á vinnumarkaðinn. Er þetta aktivista hópur? Er þið aktiv út á við? Já, við skilgreinum okkur sem aktivista, ég ætla að skilgreina mig sem aktivista. Kannski svona formulegri aktivistar heldur en fólk ímynda sér. Þú ert ekki að leggja við jarðýtur einhvers staðar og svona? Ég hef ekki ennþá gert það. Það geti komið til þess einhvern tíma. Er það möguleiki að gerist? Já. Góður? Ef að tilefni er til, myndi ég segja. En hvað er agendað? Er þetta raunverulega bara að vera aðhald fyrir ríkjandi stjórnvöld eða fræða fólk eða svona, hver er stefnan í starfinu? Stefnan er að í fyrsta lagi gefa ungu fólki rödd í þessari umræðu. Það getur verið erfitt fyrir ungt fólk að finna hvar það getur komið sínum skoðunum á framfæri, hvar það getur haft áhrif, hvernig það getur talað við ríkjandi stjórnvöld, hvort sem það eru stjórnvöld í ríkisstjórn eða borgarstjórn eða bæjarstjórnum eða fyrirtækjum þess vegna. Þannig að það er svona megin tilgangurinn er að bara veita ungu fólki rödd og svona bara vettvang til þess að tjá sína skoðun og eiga líka bara samtal við annað ungt fólk sem að brennur líka fyrir umhverfismálum. En auðvitað með það svona kjarnamarkmið að reyna nákvæmum árangri að þrýsta á að vera gripið til frekari aðgerða í umhverfismálum. Og við gerum það með ýmsum leiðum, hvort sem það er með fræðslu eða með umsagnarskrifum eða viðburðum eða mótmælum, þannig að okkar starfi eru mjög fjölbreytt en alltaf með út frá svona sjónarhorni ungs fólks og sjónarhorni frekari árangurs í umhverfismálum. En er þið tekin alvarlega í umræðinu þessi mál? Eða er þið afgreitt bara sem krakkaskríl? Nei, skilurðu, eins og sumir tala. Er þið með á stóra sviðinu í umræðinu þegar þessi umræði tekin? Já, við erum mjög heppin og ég finn og er mjög þakkláttur fyrir það að þau sem voru fremst í félaginu og undan mér gerðu það rosalega vel að byggja upp svona fagleg vinnubrögð og byggja upp góðan strúktúr, góða menningu, þannig að okkur var vel tekið í umræðinni bara frá nánast úr upphafi og fólk farið að taka meira og meira eftir okkur eftir sem að félagið hefur þróast og vaxið. Þannig að það er lítið okkur bara sem gildandi hagaðalega þegar kemur umhverfismálum og ég er mjög þakkláttur fyrir það því það hjálpar okkur auðvitað að koma fram og eiga opið og hreinskilið samtal við alls konar fólk, hvort sem það eru þingmenn eða fólk í fjölmiðlum eða einhverjum fyrirtækjum. Þannig að ég myndi segja og við búum vel að því að vera með gott almenningsálit.
Eitthvað tekið fagnandi eða þið svona vesenhópur sem að kemur með svona óþægilegu spurningarnar í panel? Ég hugsa að það fara alveg eftir í hvernig þú spyrir, sko. Ert þú með vesen í panel? Já, ef ég tel að það þurfi að vera með vesen, svo spurning hvað maður skilgreina þessi vesen, en allt sem við gerum það þjónar einhverju tilgangi. Þannig ef fólki finnst við vera með vesen, þá það einhverju ástæðu, þá pælinga bakvað því okkur, við gerum ekkert bara að því bara. Við gerum hlutina því við viljum árangri. Við erum mjög lausna með hvað það varðar. Þannig ef fólki finnst við vera að ganga of langt í því sem við segjum eða gerum, þá það ekkert af vanhugsun, það bara eitthvað sem við erum búin að hugsa mjög vel og erum búin að ákveða bara að þetta það sem við teljum skila mestum árangri til að ná okkar markmið. Hjálpaði mér að skilja eitt. Ég fylgst með þessu í gegnum tíðina og svona þessari loftslagsumræðu og hún hræði mig líka og ég verð reiður og ég verð sár og alls konar í kringum þetta. Við höfum ekkert leyfi til að ganga svona jörðina eins og við gerum. Hvað á tímabili var þetta svo heit umræða. Það var allir að keppast að reyna på stjórnvöld til að segja að það væri neyðarástand í loftslagsmálum. En það var búið til eitthvað miðjumóðs orð sem heiti loftslagsvá. Svo þarf að googla orðið vá, hvað þýðir það, veist. Og svo bara dettur botnin úr þessu. Ég hættur að sjá, mér sé að stundin, heimildin í dag var með lið sem hét umhverfismál. Hann horfinn af síðunni það. Það einhver á heimildin að horfa á þetta. Í Guðsbanni setið aftur inn þennan málaflokk. Veist, þetta svolítið horfið. Upplifir það sama og ég. Veist, maður heyri minna og minna af þessar umræðu. Já, ég sammála. Ég hef ekki hugsað akkurat þetta að orðið það sé talað neyðarástand í loftslagsmálum. Það er kannski minna núna heldur en það var umræðan áður og við tekum undir þetta ákall að fjölmiðlar almennt, heimildin og RÚV náttúrulega líka bara sérstaklega okkar ríkismiðl að fjölmiðlar svona gera þessum málflokki herrendur höfð. Já, ég meina, veist, Greta Thunberg fór úr því að vera bara rockstjarnar í það að vera svona á samfélagsmiðlum bara fáviti. Veist, og svo að fara að tala bara geðsjúkdóma og eitthvað, hún var bara slaufa, bara þar fór hún. Það er eins og við höfum systematískt drepið í þessari umræðu. Ég er svolítið að þreifa til þín svona, upplifir þú það sama? Ég fylgist vel með fréttamiðlum og erlendum og svona, minnst alltaf minna og minna þessi mál í fjölmiðlum. Verður varðveitað? Nei, ég ekki en það kannski bara því að ég alltaf að leitast eftir að sjá umhverfisfréttirnar, þannig að mögulega myndi hinn almenni borgari sem ekki að leitast eftir einhverjum ákveðnum fréttum í einhverjum ákveðnum málflokki, kannski myndi hann finna meiri fyrir því umhverfismálin fyrir minna fyrir því núna heldur en gera áður. En ég held að svona almennt í samfélaginu þá sé umhverfisvitundin mun meiri núna heldur en var bara fyrir 10-15 árum. En það samt ekki orsakasamhengin. Í alvöru? Já, ég held að meðvitundin, fólk viti meira Já, það kannski gerir ekki meira, en það kannski veit meira. Já, ég held að segja með það að almennt séð þá erum við betur upplýst alvarleika umhverfismála, hvort sem það eru loftslagsmál eða tap á fjölbreytni eða eyðing vistkerfa og svo framvegis. Meðvitundin meiri, leyfi mér að fullyrða, en ennþá þetta rof milli þess að við vitum að eitthvað ástandið sé slæmt og við gerum eitthvað í því til þess að sé ekki slæmt lengur. Þannig að þetta eitthvað sem ég dálítið upptekinn á núna að reyna að hugsa. Hvað það sem að gera það verkum að þrátt fyrir aukna vitundavakningu að við séum ekki nærri því að gera nóg? Hvað það sem við getum þá gert til þess að brúa þetta bil, að fá fólk til þess að þegar það veit af vandanum, gera eitthvað í honum? Og það auðvitað bara mjög flókið viðfangsefni og auðvitað eru margir í samfélaginu sem bara hafa ekki burði til þess að leyfa sér að hugsa umhverfismál eða þó þið séu meðvituð alvarleika málsins og myndu vilja gera eitthvað í því, þá bara eru önnur forgangsatriði eins og bara eiga salt í grautinn, Þess vegna oft líka mikilvægt að hafa jafnvægi milli þess að beina ákall okkar auknar umhverfisaðgerðir til stjórnvalda og almennings. En kannski í staðan fyrir að segja almenningur í fleirtölu að tala með einstaklingin meira
Ég labbaði gegnum byggingarverslun ekki fyrir löngu síðan og sá þar efni sem fólk að kaupa í stórum stíl á vorin sem heitir Roundup, sem baneitrað gúli, sko. Og svo kem ég heim og kveiki á fréttunum og það eru auglýsingar og það verið að selja mér eitthvað ógeð til að setja í klósettið sem fer beint út í lífríkið. Þannig hljóð og mynd virðist ekki fara saman í neinu í þessum málaflokki. Og það þá einstaklingur sem velur. Er það bara þannig okkur bara, við býðum bara eftir að einhver ríkisstjórn segir það bannað? Kannski, og ég held að auðvitað liggur einhver ábyrgð hjá okkur sem einstaklingi. Við að vera óskandi, við myndum öll taka upplýsta ákvörðun það sem við kaupum, það sem við neytum, okkar ferðavenjur og svo framvegis. En svo erum við bara öll mennsk og erfitt að vera fullkomin í öllu sem við gerum. Einhverju kannski að hugsa áhrif, svona mannréttinda áhrif þess varning sem þið að kaupa eða neyta og það þetta rosa mikilvægt sjónarmið líka en það þá kannski ekki hugsa umhverju sjónarmið eða öfugt. Þannig að ég held að sé alltaf varhugavert að varpa ábyrgðina á einstaklingin. Hægt að taka mannréttinda vinkil inn í þessa umræðu, raunverulega öðruvís en að við viljum gera jörðina betri? Er það þannig að ég á bara rétt á því að kaupa Roundup af því að það til? Skilur hvað er? Já, nei, alls ekki. Ég held að það mætti bara banna Roundup, sko. Ég held að það sé mögulega bannað á Íslandi, alltaf bannað í Evrópusambandinu og hvort að sú löggjöf sé komin hingað veit ég ekki alveg. En með mannréttindum myndi ég þá frekar að sko og fólk sé að hugsa að það sé að kaupa vörur sem eru framleiddar á hátt sem að skerðir ekki mannréttindi þeirra sem eru að framleiða vöruna. Já, meina elta framleiðsluferlið í uppruna. Já. Og svo er það. Ég man eftir miklu umræðu sem voru hérna fyrir 15-20 árum. Það var að uppruna merkja vörur og innihaldsmerkja vörur var hitamál í samfélaginu. En það var bara eins og allan málið þetta tók yfir og kannski svona mánuði og svo var allir búin að gleyma því. En ég vildi vita hvað var hann kæmi. Það var náttúrulega netið ekki eins gott og er í dag. Hvað þýddi öll þessi efni og hvað er ég að borða raunverulega? Finnst þér við vera eitthvað að skána í þessu? Já, ég held bara eins og ég sé verið að nefna áðan. Meðvitundin hefur aukist, allavega hérna í Íslandi og í þeim löndum sem ég hef búið í. En það þýðir ekki endilega að við séum að taka betri ákvarðanir fyrir vikið. Þannig að það finnst mér ábyrgð stjórnvalda liggja. Það er að segja að við sem einstaklingar höfum bara ákveðið mikið tíma í okkar sólarhring til þess að afla okkur upplýsinga hvaða vörur eru raunverulega umhverfisvænar og hvaða vörur ekki. Og svo eru umhverfisvænar vörur stundum dýrari heldur en hefðbundnari vörur. Þannig að það er bara, við höfum mjög þröngan ramma til þess að láta gott á okkur leiða sem einstaklingar. Og það er þess sem að stjórnvaldið er til. Það er eitthvað batteri sem við sem einstaklingar veitum umbúð okkar til þess að taka ákvarðanir fyrir okkur í þágu okkar velferðar og heilsu og svo framvegis. Þannig að þeirra ábyrgð stjórnvalda er að mínum mati og okkar mati miklu meiri heldur en einstaklingsábyrgðin af því að þau vinna við það bókstaflega að taka ákvarðanir sem að eiga að vera góðar fyrir samfélagið. Já, svo líka talandi lýðræðið og allt það að nú eru kosningar eftir 1,5 ár og við mætum öll samviskusamlega og kjósum eitthvað sem við trúum, hvort sem við kjósum í veskinu eða hvernig sem við kjósum. En svo bara gerist eitthvað allt annað einhvers staðar og það er mynduð ríkisstjórn sem enginn kaus raunverulega. Og það er yfirleitt það sem bilar í ferlinu. Því þá byrja málamiðlanir innan þessara flokka. Við sjáum vinstri grænu vera að þurrka sig út á kortinu í skoðanakönnunum sem er mjög sorglegt. Því að þessi rödd var mikilvæg þá en svo hefur hún bara feitast í burtu. En mér langar að spyrja, Finnur, hérna reiðin sem varst að tala um á hann. Hvað gerir þið virkilega reiðan? Hvað er það sem hvað þyrfti að gerast í deginu sem gerði þið reiðan? Það sem að gera með reiðan er til dæmis það að stjórnvöld eru stundum að forgangsraða einkahagsmunum á
ákveðina hópa umfram hagsmuni heildarinnar. Það er að segja ákvarðanir eru ekki teknar í þágu almennings sem heildar að samfélagsins í heild heldur í þágu ákveðna hagsmunahópa og það slæmt af því að það ekki hlutverk stjórnvalda. Nei, við skorum númer 14 á spillingalistanum held ég. Hvað segirðu? Við skorum númer 14 á spillingalistanum í heiminum sko. Það gerir þér reiða? Það gerir mér reiða. Og hvað birtirðu þessa reiði? Já, stundum. Tekurðu stundum Gretu Thunberg á þetta í panel? Já, það kemur alveg fyrir. Hefurðu gert það? Ég man ekki svona reiðiskast endilega, en ég ekkert endilega alltaf að leyna því að mér stundum misboðið þegar ákvarðanir eru teknar sem þjóna ekki hagsmunum almennings eða framtíði kynslóða eða framtíði ungs fólks. Og þetta bara eitthvað sem ég skil virkilega ekki, hvers vegna ákvarðanir, hvers vegna það leyfilegt að taka ákvarðanir sem að skerða lífsgæði ungs fólks í framtíðin eða framtíði kynslóða. Það eitthvað sem gerir mig virkilega reiðan sko. Og þá eru konar jarðhitinu á keðjunni. Já, þar kemur jarðhitinu. Já, en hvernig sérðu fyrir þér kynslóðnar sem eru að koma eftir þér? Finnst þér þessi krakkar vera meðvitaðir heldur en kannski þína kynslóðir? Verður varfið það? Ég bara hef ekki alveg tilfinningu fyrir því ennþá. Ég held að það sé mikil meðvitund mikilvæg umhverfismála. Ég held að það sé mikil orka líka og vilji til þess að gera vel og þrýsta á eitthvað að vera gert í þessum málaflokki. En svo líka mjög erfitt að því að ég oft spurður þegar ég fer á viðburði eða að tala í panel einhvers staðar eða eitthvað. Og þá ég spurður, hvað finnst ungu fólki? Og það eins og spurði ég bara einhverja aðra kynslóð, hvað finnst þinni kynslóð? En það þetta bara þversnið af samfélaginu þar sem skoðanir eru alls konar. Þannig að það sem að ungu fólki finnst almennt væntanlega meiri umhverfismiðaðar skoðanir heldur en annars. En það er svo erfitt að alhafa vilja ungs fólks almennt. En ég held svona að við séum að farast alveg rétt átt með meðvitund. Og svo bara þurfum við að vona að ásamt þessari auknu meðvitund fylgir þá aukinn vilji til þess að gera eitthvað í því. Af því það náttúrulega fylgir ekki alltaf sko. En ert þú fjölskyldu sem er sammálaður í þessu öllu saman? Eða ert þú erfiðgæinn í fermingarvislunni? Kemur Finnur með sko allt sitt umhverfis? Það er ekkert global warming, þetta er bara eðlileg hringrás, blari jari. Já, nei, ég er mjög heppinn með fjölskyldu hvað þetta var það sko. Það eru Þú ert ekki kannski súpar í jólabúðunum? Nei, ég held að ég hef ekki gert það hingað til. Nei. En ég er mjög heppinn með það að fólkið mitt í fjölskyldunni er fólk sem að hlustar á vísindi og er bara meðvitað það að vísindir segja að loftslagsbreytingar eru alvöru fyrirbæri og að þetta fyrirbæri af mannavöldum. Og fólk er ekkert ósammála það, sem er mjög þægilegt fyrir með, því þá getum við tekið samtali lengra og hugsa svona lausna með það. Þá þarf ekki að vera sannfæra fólk mikilvægi málaflokksins. Ekki jólabúðum. Ekki jólabúðum, sko. En auðvitað að skipta skoðanir framkvæmdina og nálganir á það hvernig við náum árangri og hversu hratt eða hversu brýnt það er að gera eitthvað í málunum. Ég svona kannski í eðli mínu forðast átök. Ég vil frekar vera svona sáttamilari eða sáttasemjari í samtölum frekar en að espa fólk upp eða vera í einhverjum rifrildum. Mér sko að ég er ekki að vinna í þessu málaflokki, ég var í gargandi á öllum götuhornum. En svo velti ég upp svona spurningu. Veist, nú eru við farin að finna plastagnir bara í heilum á fólki. Veist, við erum búin að framlega plast í 20 ára, einnota ógeð. Og heldur að séu peningaöflin raunverulega sem stoppi það að það skuli ekki vera búið að banna einnota plast. Hvað? Ég meina, þetta er svo lógist. Veist, af hverju gerum við það ekki? Bara veltið upp, bara frá þínu ranni. Hvernig er ekki lógist bara að banna einnota plast? Jú, út frá umhverfissjónarmiðum það er rosa lógist, sko. Rosa rökrétt hugsun að finna, ok, hérna liggur vandinn og þá bara þetta að losa okkur við vandann. Fyrst að vandinn er eitthvað svona sem við getum eitthvað áþreifanlegt. En svo þetta þarf maður alltaf að hugsa hinn sjónarmiðin að hvað er einnota notað? Jú, það er notað til þess að varðveita og lengja líftíma matvæla, það er notað í heilbrigðisgeiranum til þess að koma fyrir sýkingar og svo framvegis. Þannig að þetta er svona
og það líka að horfa á heildarmyndina og einnota plast getur í sumum tilfellum verið rosa mikilvægt og gagnlegt. En það er rosa mörgum stöðum þar sem það er mjög óþarfi og það ætti klárlega að banna það þar og ég held að þar, eins og þú segir, sko, þar það peningavaldið að miklu leyti, held ég, sem að koma veg fyrir það og það vegna þess að fólk oft fast í því bara að hugsa sína skammtíma eigin hagsmuni sem að kannski bara í okkar mannlega eðli og ekkert óeðlilegt kannski út frá okkar fortíð sem mannkyns, að við bara þurftum að lifa af og til þess að lifa af þá þurftum við bara að hugsa mig og mig sjálfan til að komast af. En mannkynsagan hefur sýnt okkur aftur og aftur, mannkynsagan sem við lærðum ekkert af, það sem við lærðum af mannkynssögunni að við lærðum ekkert af mannkynssögunni, það að við kollsteypum okkur aftur og aftur. Bara skiptir ekki máli hver toppikið við virðumst gera þetta, að við erum svo self-destructive á einu stað sem tegund. Og ég sem er komin á 70-aldur og horfi við landslægi og segi bara what the fuck, skilur við. Ég myndi ekki börnin og barnabörnin að taka við þessu og þú ert aldrei barnabarnin að minna. Þannig þú situr upp með ábyrgðina, þín kynslóð situr upp með ullabekki. Já, þetta er ekkert alltaf auðvelt að vera í þessari baráttu og að þessum meðal ungs fólks, þar að segja. Við fáum oft ummæli til okkar þar sem að fólk er að hrósa okkur og auðvitað tökum við því hrósi fagnandi. Það að við séum að standa okkur vel, það er gaman að heyra það. En svo stundum fylgir því sko, að fólk segir bara já, ég hef von vegna þess að ungt fólk er að gera svo vel. Og ég ætla þá að gera neitt að því ungt fólk er að standa svo vel. Það er að koma nýja kynslóðir sem munu leysa vandann. En auðvitað viljum við það ekki. Auðvitað viljum við að þær kynslóðir sem að koma undan okkur, eldri kynslóðir sem eru ennþá í valdastöðum, séu þær sem grípa til þeirra aðgerða sem er hægt að grípa til í dag. Þannig að það er líka, það getur verið snúið og frústrerandi að vera í þessari stöðu að vera að reyna að ná einhverjum árangri og fá hrós fyrir að gera eitthvað vel, en að það verði til þess að annað fólk hætti þá að leggja sig fram í staðinn. Þið reddið þessu bara. Já. Ég reddið þessu bara. Já. Ég held að við babyboomerarnir, sko, sú kynslu sem mest umhverfislúper þar bara mannkynssögunar. Það er bara þannig, sorry. En hvað er til ráða? Ég meina, ætlum við bara að tala okkur fram að bjarginu? Finnst þér komið tími til að fara í harðar aðgerðir? Bara sem, þú veist, hópurðinn? Hvernig eigum við að mæta þessu? Eigum við bara að ræða þetta mál áfram? Já, sko, ég er talsmaður þess að halda samtalenu alltaf opnu og það er vegna þess að við viljum ekki fá almenning upp á móti okkur. Það þjónar ekki tilganginum. Það er að segja ef við ráðast í einhver róttækar aðgerðir sem við vissulega þurfum að ráðast í en fáum almenning upp á móti okkur og þurfum að bakka með aðgerðina, þá er það mjög slæmt. Þannig að samtalið þarf alltaf að halda áfram en að því sögðu þá þurfum við sko, svo sannarlega að fara að grípa til hertar aðgerða, ekki bara í Íslandi, heldur allan heim, til þess að koma í veg fyrir til að mynda verstu afleiðingar loftslagsbreytinga. Afleiðingarnar eru þegar farnar að láta til sín taka í víða heim, til dæmis í Íslandi, og til þess að vernda vistkerfi, koma í veg fyrir frekari hnignun líffræðilegrar fjölbreytni. Þannig að ég myndi svo sannarlega vilja sjá mun róttækar aðgerðir af hálfu stjórnvalda og fyrirtæki og einstaklinga og oft festust við því í umræðinni að tala mikið og þú tala okkur hvar nákvæmlega liggur ábyrgðin, hversu mikið hlutfall ábyrgðinnar liggur hjá einstaklingnum eða stjórnvaldinu, en kannski getum við frekar bara að tala að við berum öll einhver ábyrgð, við ættum öll að vera að leggja okkur fram jafn mikið við að ná sameiginlegum árangri vegna þess að árangurinn sem við þurfum að ná mun gagnast okkur öllum, bæði út frá sjónum bara lýðheilsu, út frá sjónum hagsældar, út frá sjónum þess að bæta lífskeið okkar. Það er svo margt sem að fylgir þeim aðgerðum sem við þurfum að grípa til þegar kemur á loftslagsmálum eða varðveislu vistkerfa sem að hefur alls konar jákvæðar hliðaráverkanir fyrir samfélagið sem að tengist umhverfismálum ekki neitt. Og svo oft tengist umhverfismálum líka innbyrðis, þannig að ef við tökum bara sem dæmi sko, það að færa okkur frá bensínbílum og einkabílum yfir í það að vera með virkasamgöngur og almenningssamgöngur, það dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda sem er rosalega mikilvægt.
Það dregur líka úr svifryksmengun, loftmengun sem þá rosalega mikilvægt fyrir heilsu fólks. Það rosa mörg dauðsföll í heiminum á ári. Ég held 7 eða 9 milljónir sem að deyja hverju ári vegna loftmengunar. Þannig að þessi eina loftslagsaðgerð ein og sér sem ofta á bröndu sem loftslagsaðgerð líka lýðheilsuaðgerð. Þannig að alls konar svo samlegðar áhrif sem ég held að við myndum fara að tala þess meira þá myndu fleiri átta sig á því að það í hag okkar allra að grípa til róttækra aðgerða í þá umhverfisins og hraðar. Já, ég hlynnti því að þegar búið að segja nei fallega mörgu sinnum og þá kemur að þeim að fara að fara öskra neyið svo dúfusmættir í settið. Hann er búin að vera í 3 hverju þætti. En hvað planið? Hvað ætlar að gera út á hann stór? Ég meini þetta ekki með vanvirðingu. Ég ennþá spáði hvað ég ætla að gera því hann stór. Já. Hvernig sér þetta fyrir þér vindast? Ég veit ekkert hvað sem langar að stefna. Það eiginlega stutta svarið. Ertu réttar í hillu? Já, ég held að umhverfismálin ég mun ekkert fara úr umhverfismálunum allavega ekki bráð. Mér finnst það rosa skemmtilegur og mikilvægur málaflokkur og ég held að sé margt fleira sem ég get lagt til máluna heldur en ég hef gert hingað til. Þannig ég bara hlakka til að sjá hvert ég fer næst í þeim öfnum. Ég að halda áfram kannski aðeins lengur í ungum umhverfisinum. Í ungum umhverfisinum í samtökunum og nýta þá reynslu sem ég fengið núna á undanförnu ári við það að vera að leiða samtökin. Ég hef lært mjög margt varðandi það bara hvernig maður leiðir samtök og hvernig maður fær fólk með sér í lið og hvernig maður skipar eitthvað verkefni og svona sem ég held að geti nýst vel áfram. Svo náttúrulega útskrifast ég í vor með BS-gráðu. Vel gert. Já, takk. En ég finn að mér langar í meira nám. Mér finnst rosa gaman að læra og mér langar að læra meira og ég svona á þessari hillu? Já, allavega eitthvað þessu tengt hvort það verður alfarið eitthvað umhverfistengt eða hvort að ég finn eitthvað aðeins utan umhverfismálun og reyna að tengja þetta aftur inn í umhverfismálun. Það ég veit ekki alveg hvernig fara því vandana. Þetta ekki allt umhverfismál? Raunverulega, ef þú skoðar það, þá þetta allt umhverfismál. Það að tengja í rauninni allt við umhverfismál, það alveg satt. Alveg saman hvað við gerum. Já. En ég ætla að koma eina rosalega þunga spurningu. Já. Og bara fá þitt take á það. Ég vil meina, ekkert meina, ég svona veltiði fyrir mér. Ef allir myndu sem sagt haga sér svo Íslendingar í umhverfismálum, þá heyrði ég einhvern tímann að þyrftu við eiga svona 4 jarðir til að við erum umhverfissóðar par excellent skilst mér á einhver rannsóknum. En þá stóra spurningi þessi. Mannkynið vera 8 milljarðar og neysluvenjur mannkyns eru svo gigantískar. Þriðji heimurinn vill komast í lífstíl fyrsta heimsins sem mesti mengunin í fyrsta heims asnalda nefna þetta eftir ráðahag hvort það fyrsta en þriðji heimurinn. En erum við ekki bara alltaf mörg á þessum netti? Já, það góð spurning og ég held að svarið sé nei og ég held að þó að ef að spár Sameinuðu þjóðanna mannfjölgun fram til ársins 2050 þá held ég við gerum ráð fyrir svona 9-10 milljarður manns og það alveg rannsóknir sem sýnir fram á það að jörðin og vistkerfi jarðar geta alveg staðið undir þessum gríðarlega fjölda. Við munum alveg það er ekki of margt fólk en það mun samt þýða það að við þurfum að breyta því hvernig við framleiðum maturinn okkar, hvernig við framleiðum og nýtum aðra hluti, föt og annað, hvernig við byggjum hús, hvernig við höldum utan á samfélaginu okkar. Það mun þarfnast gríðarlega mikla breytinga, þannig að ef við erum að meta spurninguna út frá því erum við of mörg meðan við núverandi neysluvenjur á Vesturlöndum, þá já, en við ættum frekar að vera að horfa á það öfugt. Eru neysluvenjurnar of slæmar? Passa þær við fjöldan sem núna á jörðinu og mun verða í nánustu framtíð og mér finnst miklu skynsamlega að horfa út frá þeim vinkli heldur en fjölda fólks, af því að við vitum það að við breytum, til dæmis bara við tökum sem dæmi matavenjum, ef fleiri myndu tilengja sér plöntum eða fæði til dæmis, þá myndum við draga úr umhverfisáhrifum vegna matvælaframleiðslu alveg gríðarlega mikið
og saman að segja framleiðslu og notkun fatnaðar. Ef við myndum breyta kerfunum okkar frá neysluhegðuninni rosa mikið og fer okkur í átt að hringrásarhagkerfi þar sem við notum fötin lengur, við erum að ekki henda inn, heldur endurnýta og endurvinna og svona, þá það ekkert vandamál, sko. Þannig að þetta snýst miklu meira það að gera hlutina rétt, frekar en að fá fólk inn í þessa hugsun. Já. Við erum, Ertu bjartsýnn á þetta, að það sé, að fólk sé að taka þetta borð? Sko, bara honest, bara í trúnum. Ertu bjartsýnn á það að mannskepna sem mjög sjálfmiðuð í eðli sínu, what's in it for me, muni breyta neysluvenjum sínum eftir að hafa kynstum? Já, ég held það. Einmitt vegna þess að við erum svo sjálfsmiðuð. Það er kannski smáatriðin í þessari kenningu minni sem að skipta mestu máli. Ég held að á endanum við erum hugsa sko svona langan tímaskala og kannski á smá heimspekilegum nótum að mannkynið muni ekki tortíma sjálfu sér. Ég held að við munum alveg verða við munum væntanlega, ég held, leysa loftslagsvandann og önnur umhverfismál í einhverju skilningi á endanum. Þannig ég held að mannkynið muni halda áfram að lifa. En smáatriði, sem ekkert rosa mikið smáatriði, heldur stórt atriði, á leiðinni þangað. Áður en við föttum og förum að grípa til nógu róttækra aðgerða til þess að innan gæsalappa bjarga mannkyninu. Það sem þetta snýst snýst ekki að bjarga jörðinni, heldur bjarga okkur frá sjálfum okkur. Á leiðinni, áður en að þau sem hafa mest völd fatta að til að bjarga sjálfu sér þurfum þau að grípa til aðgerða. Það var svo rosa margt fólk sem að mun verða fyrir rosa alvarlegum afleiðingum. Það munu vera heila borgir, heil samfélag, heil lönd allan heim sem munu farast. Það voru ólíft á mörgum stöðum í heiminum og byrjaði að gerast og fólk mun þjást, fólk mun deyja og það er hafið. Þannig ég held að ég ætla að líta á mína vinnu þannig, svona dagstaglega, að hver einasta mínúta sem ég legg í þessa baráttu skaðaminnkun. Þó að ég sem einstaklingur... Þú horfa þetta eins og bara í fíklaheiminum, bara skaðaminnkun. Já, af því að ég kannski líti á þannig að ég var mjög naív þegar ég var að byrja þess að ég get gert eitthvað rosa stórt og þetta á maður að hafa stóra drauma og allt það og maður getur þetta sem einstaklingur oft gert mjög mikið og mikilvægt. En oftast það þannig að það er ekki einstaklingar sem að bjarga einhverjum málflokki eða gera eitthvað rosa stórt heldur það heildin. Þannig ég sem hluta einhverju heild, hver einasta mínúta sem ég legg í umhverfismálin, ég líti á þannig að ég sé þá komið vekk fyrir þjáningu einhvers einstaklings á móti. Ég sé komið vekk fyrir eitt umfram dauðsfall vegna loftslagsbreytinga. Það að ég sé kannski að komið vekk fyrir hlýnun 0,001 gráðu verður mögulega til þess að það er eitthvað vistkerfi sem fær að lifa áfram. Þannig að þetta er svona, það er kannski það sem ég sæki minn innblástur í og ástæðan fyrir ég get haldið áfram. Ég veit bara að þó að ástandið verði mjög slæmt eftir nokkra áratugi, gæti orðið mjög slæmt eftir nokkra áratugi, þá veit ég allavega að ég hef tekið þátt í því að minnka skaðan á leiðinni. Þannig að þetta er svona í hjartan á þér. Já. Vel gert. Og ég held að það þurfi líka eitthvað svona bara til þess að ef maður á endast í þessari baráttu og það var fróður maður sem sagði einu sinni við mig að þetta er maraþon en ekki spretthlaup og svo mjög nýlega það var vinkona mín sem er frá Skotlandi og sagði, nei, þetta er raunin ekki maraþon heldur svona báðhlaup þar sem að ein kynslóð gerir þetta allra besta og aðfendir svo keflið næstu kynslóð sem hann halda áfram með sömu vinnu. Þannig að það er mjög skemmtileg myndlíking. En ég held að til þess að endast í þessu báðhlaupi þá þurfum maður að hafa eitthvað sem að maður hengir vonina sinni í og sem heldur vonina í. Það sé þá næsta kynslóð sem kemur og kolla kolli. Já. Semst að leið okkar kynslóð fara að drepast, þá fer neyslugeggjunin inn. Já, mögulega, vonandi. En það er svo skrítið með mannskepnuna, hún fattar ekki hvað er gott að hafa hendina fyrir hún missir hún. Gamalt máltæki, enginn veit hvað átt hefur fyrir mistöður. Nú erum við að tala fullt af dýrum sem eru útdauð, við erum að tala um dýrum sem eru í útrýmingahættu, fólk í útrýmingahættu, ég meina það er orðnir loftslagsflóttamenn,
fólk, skilur við. Þannig skaðinn allur að raungerast viðsvegar heiminn. Þannig að mér finnst tíminn svo knappur, þannig ég deili ekki með þér, ég ekki úr bjartsýnn á framtíðina. Ég fyllir svolítið skelfingu fyrir hönd barnanna minna og barnabarnanna og ekki bara minna þetta allra. Já, ég alveg sammála því, ég hef miklar áhyggjur að því að við munum ekki ná að gera nærri nóg hratt til þess að koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar. Og það rosalega slæmt og það kannski svona vonin byggist ekki endilega því að við munum ná rosalega miklum árangri heldur frekar að ég geti tekið þátt í að minnka skaðann þó að skaðinn verði mikill. Þetta bara svona coping mechanism mögulega fyrir mig til þess að geta haldið áfram. Já, maður verður nett þunglyndur að kafa mikið í þetta. Það bara staðreynd. Já, og þá náttúrulega getur maður hugsað líka sko ef að markmið að fá fólk með sér í lið og fá fleiri til þess að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að gera eitthvað í umhverfismálum. Og þetta fullt af fólki að gera fullt af flottum hlutum í umhverfismálum, það ekki það. Við þurfum bara ennþá meira. Og fyrst þurfum að tala sko að við séum hræddir við hvað komið mögulega í framtíðinni. Þá ættum við kannski að hugsa í meira mæli það hvernig við getum höfðað til tilfinninga fólks. Af því að mannfólkið tilfinningaverur í grunninn, þó við tilningum okkur rökhugsun á og til. Þannig að þá getur maður sko kannski komist að einhverjum meira árangri. Ef ég gerir fólki grein fyrir því að það muni að heilsa þeirra muni batna við það að grípa til einhverja aðgerða, þá mögulega ég að höfða til þeirra tilfinninga. Eða ef ég næ að útskýra með einhverju vel smiðri sögu afleiðingar loftslagsbreytinga á smáeyríki í Kyrrahafinu og bara útskýri fyrir þeim í mjög svona myndarinu máli. Þetta eru afleiðingarnar, þetta er það sem fólk eru að upplifa og næma maður kannski að snerta tilfinningarnir í fólki. Ég held að það sé kannski einhver leið sem við þurfum að skoða meira mæli. Já, kannski eftir eins og gerist með öfgum þegar verða styrjaldir og annað. Það var einn sem fullyrti mig og hann sagði ef heimurinn verður ekki vegan, þá er þetta búið. Hann einfaldaði niður í það. Já. Hvað þitt take á það? Ég er vegan, teka fram. Ég er í góða liðinu. Já. Kona mín líka, hún er hann í sofanum. Já, við deilum því við erum grængerar og ég held að það sé bara rosalega mikilvægt skref í því að takmarka umhverfisáhrif. Ef við bara horfum á umhverfisþáttinn af því, svo getum við tala ullabjekki í kringu það. Það er ekki að fara að gerast að allir verði vegan. Það er alveg ljóst. Akkurat. Held ég. Já, ég er alveg sammála það sko og kannski að það heldur ekkert sko krafan mun mögulega gera meira gagn frá okkur sem erum í grængerðarsamfélaginu. Ef okkar krafa er það að fólk kannski stilli neyslu sína á dýraafurðum aðeins meira í hóf. Við vitum það er bara vísindin sem sýna sig fram á það að við munum ekki geta með 10 milljarða manns á jörðinni öll verið að borða kjöt 3 sinnum á dag eða jafnvel mörgum sinnum í viku. En það þýðir ekki að allir þurfa að hætta að borða dýraafurðir alveg alla daga alltaf. Þetta má vera skipta skoðanir af því hvað er of mikið og hvað er of miklir öfgar í grænkeráttina og allt það og þannig ég held að það sé miklu skilvirkari fyrir okkur ef við viljum ná okkur árangri í því að hvetja fólk til þess að draga úr neyslu á dýraafurðum að segja hvað allir reyna bara að minnka aðeins til að byrja með og svo minnka aðeins meira. Ég held að það sé kannski svona miklu betra skref af því að þetta er svo mikið tilfinningamál fyrir fólk líka og þá komum við aftur að tilfinningunum og þá maður að passa sig á því sko að vera meðvitaður tilfinningar og menningilegt gildi matvæla er náttúrulega mikið þannig að en þarf maður virkilega svona í raunheimum að tipla svona mikið á tánum ekki bara betra að rífa plásturum bara í einu rykk og bara leggja þetta á borðið þessi allar að drepast eða lifa takt ákvörðun. Þetta verður óskandi ef við getum bara frá einum degi til þess næsta bara
tekið einhver ákvörðun það að allir á Íslandi eða í heiminum eru grængerar en svo er ég að reyna að læra að hugsa það svona á raunsæjan hátt ég veit að setja, ég á höstöðu og þá bara þannig að þau sem eru við völd bara eru ekki á þeirri skoðun og ef við viljum koma veg fyrir mikið ósætti sem að vera svo til þess að vera enga breytingar þá held ég að svona aðeins hægari skrifi rétt átt séu betur heldur en að þrýsta of stórum eða miklum breytingum í einu. Af því að við vitum að meirihluti samfélagsins ekki sammála okkur. Nei, mér finnst þetta líka svo mikið spurning common sense, að tengja punktana sko. Þetta rekur sig upp sjálft og við fyrir að tengja punktana en við erum ekki til í það en pólitíkin hefur ekkert flörtað við hana. Jú, láttu vaða. Já, ég hef alveg velti fyrir mig sko hvort að það var eitthvað skemmtilegt og útgangspunkturinn hjá mér er alltaf í því sem ég geri hvar get ég gert sem mest gagn, hvar er vettvangur sem ég get haft sem mest jákvæð áhrif í þá umhverfis og samfélagsins og svo þetta þarf mér að finnast það gaman það sem ég geri líka þegar á þess að eitthvað sé gaman þá endist maður ekki lengi í því þess vegna við verðum svona lengi í samtökurum hjá ungum umhverfisinum ég er búin að vera núna í 3 ár og ætla að vera 1 ár í viðbót allavega og það er bara því mér finnst það gaman og ég held að vera rosa gaman að fara í einhvers konar stjórnmál hvernig svo sem að það lítur út en svo er ég ekki alveg viss að það sé vettvangur og það sem ég geti haft mest jákvæð áhrif það er svona eitthvað sem ég er aðeins ennþá að reyna að vega með þetta það er ýmsum ástæðum til dæmis það sem við ræddum alveg í upphafi sko, það að við samtökunum hjá ungum umhverfisinum við erum þverpólitísk sem þýðir að við erum ekki með svona pólitískan stimpil á okkur og það er rosa gott eftir leiti að allt samfélagið, allt litur og við stjórnmálum er tilbúið að hlusta á okkur og flest taka eitthvað marka á okkur og ég er hræddur við að það breytist mjög hratt ef maður fer inn í einhvern flokk að það sé eitthvað sem breytist að maður sé bara komið með einhvern stimpil og sé þá svona málur út í horn einhverju leyti og svo þetta bara eins og komið hef ég takmarkaða reynslu, ég held að sé ýmislegt sem ég geti gert fyrst sem að myndi gagnast mér að hafa gert og lært áður en ég fyrir að En ég sé það að þú eru hugsað. Já, ég hef alveg hugsað þetta sko. Ég er alveg að gæla við það. Sem er frábært. Já. Bara leyfðu þér að hugsa það og spinna með því. Af því ég held að við þurfum fleiri raddir eins og þínar inn á völlin. Ég held að við græðum öll á því. Og þeir sem að segjast ekki eiga erindin á þing er akkurat fólki sem þurfum inn á þing. En þeir sem segja ég á fullt erindinu, kjóstu mig, það er vel svona fólk að díla við ekóið sitt sem að kannski á ekki endilega að fara inn á þing. En að við erum að brenna þetta tíma, það voru gaman að sitja þetta með. Já, sömuleiðis. Hvernig verður staðan hvernig verður heimsmálin staðan og þú daginn sem við verðum 50? Daginn sem við erum 50, það er að segja fyrir 15 árum síðan. Já, sko, andlega, sem sagt, þá er það fyrir 15 ára síðan. Já. En svona í holdinu, 50, veist, þá ertu andlega orðin 120. Já, með mitt. Hvernig verður staðan? Það er árið 2052. Já. Við verðum komin á þann stað að það verður meiri þjáning í heiminum heldur en í dag vegna afleiðinga loftslagsbreytinga og það er erfitt að horfast í augu við það. En ég held líka að þá verður vitundin orðin mun meiri. Þá verðum við búin að grípa til miklu fleiri umhverfisaðgerða og loftslagsaðgerða heldur en við höfum nokkuð tíma gert. Ég held að fleiri verði komin á þá skoðun að þetta sé eitthvað mikilvægt af því að hreinlega bara finnur það einn skinni að það sé bitna á þeirra lífsgæðum. Það við höfum ekki gert nóg í fortíðinni. Ég held að ég verði áfram í umhverfis tengdu, hvort sem það er aktivismi eða eitthvað formleira en það. Og ég reynir nú bara alltaf að vera bjartsýnn, þannig Heldur við verðum 11-12 milljarðar? Já. Eða verðum við 4 milljarðar eftir að allir hinni milljarðarnir dóu mengun og öllu hinni? Ég er mjög mikið fyrir það að hlusta á spár og vísindi og það sem að ég hef lesið svo vísindunum hingað til allavega er að við verðum svona 9-10 milljarðar árið 2050. Ég held að það muni bara raungerast og
svo er þetta að segja til hvernig heimur verður eftir einhverja áratugi. Við höfum séð, erum við að horfa, 25 fram í tíman, 25 aftur í tíman, hvað hefur breyst mikið, það er rosa mikið. Þannig að það er bara mjög spennandi að sjá hvað verður. Mér finnst einhvern veginn, sko, ég er 65 ára, þannig ég er búinn að labba þessa leið. Mér finnst eina sem hefur breyst tæknin. Fólk alltaf fólk. Og fólk predictable, það haga sér ákveðin máta, það heldur ekki segja sér hvað það að gera eða ekki gera og svo göslast það áfram einhvern veginn og svo deyrir það. Það hljómar svolítið þunglindi. Það hljómar mjög þunglindi. Ég fer ekki að skoða þetta með þunglindi. En svona, það mín reynsla í lífinu, mínu 65 ára lífsbröldi það að fólk vill ekki. Þannig að það eiginlega ekki að jákvæði fyrir því að þú verið 50 á góðum stað. Ég held samt sko að ef við tökum sko grænkera lífstíl sem dæmi að það eru miklu fleiri í heiminum í dag sem eru grænkerar heldur en voru fyrir 25 árum. Þannig að við það er eitthvað svona siðferðislegt sem að malla. Siðferðið okkar sem mannkyns að þróast. Okkar sjóndeildarhringur þegar kemur að því hvað við teljum siðferðislega rétt eða rangt að þróast og við erum að breikka það, við erum að opna augun fyrir því að já, ok, við erum bara dýrategund eins og aðra dýrategundir og það eru fleiri sem að segja ok, þá bara þau að hljóta sömu meðferð og við mannfólki. Þannig ég held að það eru svona breytingar þó það gerist mjög hægt því miður, þá munir þær halda áfram með þessi stað. Þannig ég held að við erum á betri stað á mörgu leyti en að verri stað varðandi ýmislegt annað. Já, ég dóni mér hluta þessu sem ég sagði, bara strax. Að ég fór að rifja upp í huganum, já, ég var grænker í mörg herrans ár, en tók aldrei skrifa að verða vegan. Skilju, ég var ennþá megginn og eitthvað, þannig mér fannst ég alltaf svolítið fóni, en minn stendur var raunverulega þjáning dýranna og umhverfismálin, fyrst og fremst. Þannig, jú, við erum orðin markhópur því að það eru framleidda vörur sem eru stílaðar á fólk eins og mig og þig sem segir okkur það að það er jákvætt að gerast. Fyrst við erum orðin markhópur þá hefur gerst heilmikið í heiminum. Akkurat. Snilld. Finnur það bara yndislegt að fá þérna. Sömuleiðis. Og hérna við erum búin að mala í rúma klukkutíma. Já. Skemmtilegt. Leið hratt. Það leið mjög hratt Já, og þú með dúfus þetta með. Ég með dúfus, það nokkið verið. Ég ætla að skála við því. Já, Finnur. Skál. Bara taka Jesú í hjartað. Trúaður? Ég er ekki trúaður en ég er oft kallað Jesú. Það því ég er með sítt hár og svona smá Jesúlegt skegg. Jesú yfirbræðaður. Smá. En takk fyrir að horfa á Kaldabotninn með okkur og ég bendi ykkur á það að þið getið sendt mér skilaboð í gegnum týr@týr.is og kommenterað og takk þið sem hafa sendt mér meila og bara takk fyrir að horfa. Finnur, liðbildingin. Takk fyrir mig.